17 í Ráðhúsinu og klukkan 14:02. Fyrsta mál á dagskrá tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins innleiðingu nýju umferðarmódeli fyrir Reykjavík og aðliggjandi svæði og málshefjandi Halldór Halldórsson borgarfulltrúi. Forseti og góðir borgarfulltrúar. Við erum með tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins innleiðingu á nýju umferðarmódeli fyrir Reykjavík og aðliggjandi svæði. Þá erum við semst að tala höfuðborgarsvæðið og leiðir út frá borginni þegar við tölum aðliggjandi svæði. Leiðir út frá borginni í allar áttir í rauninni, ekki síst að flugvellinum, alþjóðaflugvellinum okkar í Keflavík eða Sandgerði eftir hvernig á það er litið. Forseti, tillagan hljóðar svona: Borgarstjórn samþykkir að hefja innleiðingu á fullkomnu umferðarmódeli sem mæli alla samgöngumáta, hvort sem það eru einkabílar, almenningssamgöngur, hjólreiðar, gangandi umferð, fyrirhuguð borgarlína eða aðrir mögulegu samgöngumátar. Leitað verði samstarfs við önnur sveitarfélög og Vegagerðina við kaup og innleiðingu á umferðarmódeli. Það eru þetta úr ýmsu að velja þegar talað umferðarmódel eða Dynamic Micro Simulation eða Transport Model eða hvað þetta heitir allt saman. Það eru fjölmörg lönd sem og eins og kemur fram í greinargerðinni, vel yfir 70 lönd sem hafa látið vinna svona í sumum tilfellum fyrir allt landið og alla samgöngumáta í öllu landinu, en í mjög mörgum tilfellum fyrir einstaka borgir eða borgarsvæði. Ég hef átt þátt í því ásamt fleirum að ræða þetta við ýmsa svona kannski fagmenn á þessu svæði hérna heima. Við höfum átt fund með Vegagerðinni, við höfum átt fund með verkfræðingum, skipulagsfræðingum og sérfræðingum í meðferð og vistun og meðferð gagna. Bara til þess að ég verið að reyna að átta mig á því hvernig staðan hérna heima. Vegna þess að umferðarmódel, fullkomið umferðarmódel á höfuðborgarsvæðinu er eitthvað sem ég hef oft talað áður og talaði af og til í kosningunum 2014. Af því að það sem hefur verið sagt þegar maður fer að tala fullkomið umferðarmódel, umferðarlíkan, að þá er svarið alltaf að það sé til. Það hafi verið þróað hjá borginni, það hafi svo farið inn á verkfræðistofu og það sé til. Svo þegar maður skoðar það nánar, að þá er það, vissulega hægt að keyra svona líkanakeyslu af ákveðnum gatnamótum og ákveðnum svæðum fyrir umferð einkabíla. En það er ekki til svona fullkomið módel eins og við erum að tala hér í okkar tillögu sem að mælir alla samgöngumáta og er algjörlega, ef maður leyfir sér að sletta, up to date, eða algjörlega nútímalegt kerfi. Þetta módel þessi módel, það eru alveg örugglega fleiri en eitt og fleiri en tvö, þó ég hafi sjálfur sér bara skoðað það sem var sett upp fyrir Stockholm og Slóvakíu, það sem reyndar var allt landið mælt, allir samgöngumátar allt landið. Ég hef líka skoðað þetta módel sem ég hef í huga, eða sem ég hef sem fyrirmynd, hvernig þetta var gert í Stokkhólmi. Og þetta er afskaplega áhugavert að sjá þegar búið er að taka alla samgöngumáta þarna inn. Að meira segja í Stokkhólmi var strætóstoppistöð skoðuð út frá ekki bara gangandi, hjólandi og akandi sem kæmi þangað og myndi svo nýta sér þjónustu strætisvagna, heldur voru meira segja rúllustigarnir á stöðinni mældir, hversu mikið margt fólk þeir flyttu per tímaeiningu. Við erum langa vegu frá þessu með okkar umferðarmódel sem þó er til hér. Og hvers vegna er mikilvægt að fá svona módel? Væntanlega slíkt boðið út.
það kostar auðvitað einhverja peninga. Ég hef heyrt tölur eitthvað í kringum 100 milljónir sem að slíkt módel geti kostað. Og manni finnst 100 milljónir vera rosalega há tala. En þegar maður skoðar það í samhengi við risavaxin umferðarmannvirki, mjög dýr, sem að við þurfum væntanlega að byggja hér á næstu árum, bara til þess að takast á við bara fjölgun á höfuðborgarsvæðinu, mikla breytingar, að þá eru 100 milljónir í því samhengi ekki há tala. Hugsið ykkur að vera með fullkomið módel sem að getur mælt allt saman, þörfina fyrir almenningssamgöngur, mælir hvaða áhrif þær samgöngur sem verða settar í borgarlínuna hefur á heildarumferð á höfuðborgarsvæðinu, hvernig hjólabrautir við setjum út, hvort að niðurstaðan sé sú í raunveruleikanum að það eigi að koma stokkur í Geirsgötuna, það eigi að koma stokkur á Miklubrautina að Hringbrautinni, eins og að velkjast hér einhvers staðar í kerfinu eftir að við settum fram tillögu það síðast. Hvort það eigi að koma fleiri mislæg gatnamót, til dæmis á Miklubrautinni. Allt svona inn í svona umferðarmódeli styður svo við það sem þær ákvarðanir sem við þurfum að taka í framtíðinni. Þannig að það komin tími til að taka upp fullkomið slíkt módel, miklu fullkomnara heldur en það sem við höfum yfir að ráða, sem að mælir allt saman. Þannig ágætu borgarfulltrúar, ég legg þessa tillögu hér fram fyrir hönd okkar borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og vonast til þess að meirihlutinn taki vel í hana. Hvort sem meirihlutinn hyggst samþykkja hana hér á þessum fundi eða vísa henni eitthvað, að þá teldi ég það mikla synd að meirihlutinn myndi ákveða að fella hana vegna þess að við getum unnið mjög mikið með þetta áfram og ég held að við hljótum vera sammála að það sé hagkvæmt fyrir okkur að vita nákvæmlega með fullkomnu módeli hvaða áhrif allar breytingar hafa, hvaða áhrif það hefur að byggja öðruvísi gatnamódel en við erum með í dag. Við erum til dæmis með tillögu hér á eftir að taka viðræður við Vegagerðina mislæg gatnamót við bústaði við Reykjanesbraut. Svona módel myndi mæla algjörlega hvaða áhrif það hefur. Og ég tala nú ekki önnur gatnamót því að við erum nú með hér í borginni hættulegustu gatnamót á Íslandi. Þannig að ég hvet ykkur í meirihlutanum til þess að taka vel í þessa tillögu okkar og ef þið hyggist ekki samþykkjana beint hér þá vísum eitthvað það sem við getum unnið áfram með hana. Þá Halldór Halldórsson borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstu tekur til máls Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Forseti og ágæta borgarstjórn. Ég ætla að bregðast við þessari tillögu með nokkrum orðum og kannski og hugsanlega smá sögulegu ívafi. Það er talað fullkomið umferðarmódel í tillögunni og á þess að ég ætla að fara út í hártoganir þá grunar mig að þessi ekki til neitt sem heitir fullkomið umferðarmódel vegna þess að allt samfélagið, öll umferðin, lífshættir, lífsstílsbylgjur og svo framvegis, þetta er svo kvikt og það þarf ekki annað en að opna einhverja vinsæla verslunarmiðstöð einhvers staðar, jafnvel bara ísbúð til þess að allt breytist, fólk hættir í vinnunni án þess að láta nokkurn að því vita og þá gera frekar mikið af því og þá breytast ferðavenjur þeirra sem að gera það og það er alltaf erfitt að henda reiður á því og það þyrfti eiginlega að henda reiður á öllu þessu til þess að þetta væri fullkomið. Hvenær viðkomi einhver hættir í vinnunni og breytir þá leið og svo framvegis. En það er óþarfi að vera með hártogun þegar talað fullkomið umferðarmódel sennilega átt við mjög gott og yfirgripsmikið umferðarmódel eins og borgarfulltrúinn Halldór Halldórsson gerði ágætlega grein fyrir sem hann yfir alla þætti umferðar og umferðarmáta og endar líka þannig orðað í greinargerðinni.
En ég ætla líka að gera smá athugasemd við greinargerðina sjálfa af því að mér finnst þar vera látið í veðri vaka að þau umferðarmódel og þau líkun sem að unnið eftir í dag séu ófullkomin. Jú, það rétt að þau eru einhverju ófullkomin en þau eru engu að síður mjög þróuð og byggja á gríðarlega mikilli þekkingu okkar færustu umferðarverkfræðinga og við erum svo heppin að eiga og hafa í okkar röðum einhverja reyndustu og færustu umferðarverkfræðingar landsins. Samgöngustjóri borgarinnar Þorsteinn Hermansson, menntaður í Seattle í sínum fræðum og hefur gríðarlega reynslu einmitt af umferðarverkfræði og það eru fleiri þarna sem að starfa hans deild sem hafa mikla reynslu og mjög góða menntun. En það segir sem sagt í greinargerðinni orðrétt með leyfi forseta á höfuðborgarsvæðinu hafi einungis tiltekin gatnamót verið sett í módel og bara fyrir akandi og það er of takmarkað sem sagt fyrir þarfir vegfarenda í dag og tilvitnun lýkur. Og borgarfulltrúinn Halldór Halldórsson segir síðan í viðtali við Morgunblaðið í dag að það sé til gamalt umferðarmódel sem mæli bara bílaumferð. Þetta hefur reyndar blaðamaðurinn eftir honum. Og þetta nú alls ekki rétt, varla hálfur sannleikur og reyndar fréttin dálítið sérkennileg. Ég var bara að skoða hann hérna fram áðan af því að blaðamaðurinn slær því upp að þessum málum sem að sjálfstæðismenn að bera hér upp verði sennilega að það verði beitt svæfingatekninni á þau og þannig að þarna frétt af því sem hefur ekki enn gerst, frétt af óorðnum hlutum og þá má segja að þetta kannski frétt af væntingum borgarfulltrúa sem að rættir við en já, ég veit ekki, ég dreg þá álitum bara að það sé ótrúlega náin tilfinningatengsl milli borgarfulltrúans og blaðsins. En það líka útúrdúr og hérna, mér langar aðeins að fara aðeins í umferðarmódulinn og úr því búin að vera vitni í Morgunblaðið að þá finnst mér eðlilegt að vitni í Þjóðviljann þó að Þjóðviljinn sé ekki til og kalda stríðið löngu liðið. Ég ætla að vitna nánar tiltekið viðtal sem var tekið 1969 í þessu blaði við ungan arkitekt sem starfaði í Edinborg og lærði þar og hann hefur raun starfað alla sína tíð þar í 50 ár. Ingólfur Helgason heitir hann, verkfræðimaður, kennari við Edinborgarskóla. Og hann í þessu viðtali 1969 þá gagnrýnir hann nýja aðalskipulag Reykjavíkur sem var mjög vísindalegt og byggt einmitt á ákveðnum umferðarútreikningum og umferðarspám sem byggðist á mannfjöldaspám miðað við hvernig þróunin hafði verið síðustu 10 eða 20 ár þar á undan. Þetta merka aðalskipulag eins og þið þekkið stundum kallað móderníska skipulagið, stundum danska skipulagið og stundum bílaskipulagið, menn ráða því hvað kallað. Þetta mjög merkilegt og haft gríðarlega áhrif þetta skipulag og þær aðferðir sem voru einmitt notaðar, þær umferðarmódels aðferðir sem voru notaðar og það módel hefur gengið undir nafninu eða stundum kallað predict and provide, það að segja spáið og útvegið. Og það nákvæmlega það sem að Ingólfur Helgason gagnrýndi strax árið 1969 og hann segir nokkurn veginn muni rétt í viðtalinu þetta módel þýðir í rauninni status quo. Það gengið út frá því að ekkert muni breytast, að allt muni verða eins og það hefur verið. Lífsmáti fólks muni ekki breytast, ferðamátar muni ekki breytast og þess vegna ekkert annað að gera en að spá fram í tíman. Fólkinu mun fjölgum svo og svo mikið, það þýðir að bílunum mun fjölgum svo og svo mikið og þess vegna þurfum við að gera svo og svo margar hraðbrautir og tengibrautir og safnbrautir og mislæg gatnamót. Engin valkostur, bara þetta eina. Og ég held að mér sé óhætt að segja að allir í dag, allir sem að fjalla skipulag borga og umferðarverkfræði algjörlega sammála þessum gagnrýnispunkti Ingólfs Helgasonar. Þó að menn hafi verið mjög lengi einhvern veginn að fatta það að þetta var rétt hjá honum. Það nefnilega ekki hægt í umferðin að bjóða upp á einn valkost. Það verður að bjóða upp á nokkra valkosti.
Og þess vegna hafa mál þróast þannig að það sem sagt búið að smám saman þróa aðferðir sem að gera ráð fyrir valkostum og þetta byggir meðal annars á svokölluðum sviðsmyndagreiningu samgöngukosta. Sú aðferð var notað í aðalskipulagi Reykjavíkur sem gildi frá 2010 til 2030 og sama með svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 2015 til 2040 og þar voru í rauninni settar upp 4 sviðismyndir, annars vegar með óbreyttum ferðavenjum eða breyttum ferðavenjum og síðan annarkvort að öll umferðarmannvirki sem menn höfðu spáð að þyrfti að gera, sem sagt, breikkun hraðbrauta, mislæg gatnamót og svo framvegis eða lágmarksmannvirki. Og ég þarf ekki að ítreka það hér því að það hefur verið svo oft nefnt í þessum sal að niðurstaðan var svo að eina breytan sem hefur ykkur raunverulega áhrif eru ferðamátarnir, eru ferðavenjurnar. Það breytir í rauninni engu hvað þú bætir við mörgum akreinum við Miklabraut. Ég held að Miklabrautin við gatnamótin sem að borgarfulltrúinn nefndi áðan, ég held að sé 9 akreinar þar sem að hún austan við gatnamótin. Ég taldi það daginn, 9 akreinar og samt eru bílar stoppaðna. Ef við fara upp í 15 akreinar hvar á þetta hætta og þannig að þetta alveg klár niðurstaða úr þessum umferðarmódulum sem var beitt og þetta meðal annars hangir saman við það að tengist því að í aðalskipulaginu gert ráð fyrir breytingu á fararmátum þannig að þeim fjölgi aðeins sem að fara með almenningssamgöngum, þeim fjölgi aðeins sem að fara hjólandi og þeim fækki aðeins sem fara allra sem ferða bílandi. Og nákvæmlega sama í svæðisskipulaginu og nákvæmlega sama í öllum skipulögum til framtíðar hvort sem það Stokkhólmur, Helsingi, nú eða Þrándheimur, norður í Noregi. En ég ætlaði aðeins að nefna það hér að sem sagt og styðst hér við punkta frá samgöngustjóra að til að mynda við svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 2001 til 2024 þá var þróað ákveðið umferðarmódel fyrir bílaumferð fyrir höfuðborgarsvæði í heild sinni. Þetta módel var þróað í Danmörku á sínum tíma og sem sagt það var notað við umferðarspár við þróun svæðisskipulagsins. Og það var notað við umferðarspár vegna Sundabrautar og ofanbyggðavegar og fleira slíkt og ég reikna með því að í því módeli hafi verið kallað eftir Sundabraut og ofanbyggðavegar. En síðan hefur það gerst að í dag umferðarlíkan fyrir bílaumferð notað, það þróað af VFSO ráðgjöf með styrkjum frá Vegagerðinni, þetta hefur verið þannig síðastliðin 10 ár. Og þetta var til að mynda notað við umferðarspár fyrir aðalskipulag Reykjavíkur 2010 til 2030 og svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins sem nefndi áðan. Þetta líkan hefur reynst mjög nákvæmt, skekkjur frá raunverulegum umferðartalningum eru mjög litlar og líkanið það hefur verið notað í verkefnum fyrir sveitarfélögin og Vegagerðina í umferðarspár sem eru gerðar vegna skipulagsbreytinga við greiningu og framtíðarsviðsmyndum uppbyggingu og til að meta mögulega breytingar á samgöngumannvirkjum og mögulega breytingar á ferðavenjum. Það var meðal annars verið notað til að meta hverju breytt staðsetning innanlandsflugvallar myndi breyta, meta staðsetningu á Landspítalanum og það hefur líka verið notað við mat á ýmsum sviðsmyndum varðandi almenningssamgöngur. En ekki nóg með það því að þetta snýr fyrst að bílaumferð, það hefur líka verið unnið með líkun og Vegagerðin og sveitarfélögin hafi styrkt líkun eða líkan fyrir hjólreiðar á höfuðborgarsvæðinu og líka líkan fyrir almenningssamgöngur sem byggja á sömu grunngögnum og aðferðafræði og bílaumferðarmódelið. Og þessi líkun hafa verið notuð við mat á flæði hjólandi umferðar og umferð almenningssamgangna. Og öll þessi líkun, þessi 3 líkun eru notuð við nýjustu talningar á bílum, hjólandi vegfarendum og strætisvagnafarþegum
og upplýsingar flæði fólks milli borgarhluta og hverfa og það eru notað við mjög ítarlegar ferðavenjukönnur auk upplýsinga uppbyggingu í samtíma og áður fyrr. Og það eru 3 umferðarlíkön notuð í mati á umferð höfuðborgarsvæðisins og þetta hafa líkön af þessu tagi munu vera kölluð makrólíkön. Þau sýna sólarhringsumferð bíla, hjólandi, strætisvagna á hefðbundnum virkum degi og í framtíðinni og þá eru það umferðarspár sem byggist með þessari aðferðafræði á uppbyggingar áætlunum og mannfjöldaspám. Maður geti þess líka að nú í gangi og hefur verið í gangi ítarleg skoðun eða svokölluð hermun og bílaumferð á annatímum á 36 umferðarmiklum gatnamótum og stofnvegum á höfuðborgarsvæðinu. Þetta núna í vinnslu og niðurstöður mun vera tilbúið á næstu vikum. Og þetta unnið fyrir sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu og þetta munu vera umferðarmódel fyrir 6 svæði, alls 36 gatnamót eins og ég gat áðan, sem sýna umferðarflæði á annatímum að morgni og síðdegis miðað við umferðartalningu haustið 2016. Og í þessi líkön eru líka sett inn umferðarljósastýringar fyrir gangbrautarljós og umferð hjólandi eða gangandi. Það tekið með inn í módelið og þessi nákvæmu umferðarlíkön verða síðan notuð til þess að greina hvar eru flöskuhálsar á hverju svæði, hverju þessara 6 svæða og hvaða aðgerðir kunna verða skilvirkastar til að bæta umferðarflæðið. Og til að byrja með verður þessi líkön notuð til að greina breyttar ljósastýringar, breytingar á beygjuakrunum og fleiri aðgerðir sem geta skilað tiltölulega miklum úrbótum með tiltölulega litlum kostnaði. Það nefnilega oft þannig að það þarf oft ekki að vera gríðarlega miklar framkvæmdir og kostnaðarsamar til að ná fram miklum árangri. Það sem að borgarfulltrúinn Halldór Halldórsson talar eða tillagan snýst í rauninu, held ég mér sjótt að segja, samþættingu allra þessara líkana í eitt. Og þá þetta kannski 3 eða 4 þrepa líkan og það mikið rétt og það staðfestir samgöngustjóri borgarinnar að slíkt líkan ekki til fyrir höfuðborgarsvæðið. En það ekki heldur alveg víst hvort að slíkt líkan myndi skila okkur mikið nákvæmur og mikið betri þekkingu heldur en þau 3 umferðarlíkön sem eru notuð núna og hafa verið notuð í alllanga tíð. Það alls ekki gefið. Af því að við erum með þessi 3 sólarhringslíkön fyrir bíla, hjól og almenningssamgöngur og síðan erum við með í rauninni þessi annatíma líkön á þessum 6 svæðum sem ég verið að geta áðan. Mikið líkön og umferðarmódel á allskyns forsendum og út frá allskyns sjónarmiðum og auðvitað það náttúrulega grunnatriði hvort sem að við erum þessi 3 líkön pluss þetta háannatíma líkan eða þetta 4 þrepa líkan eða fullkomna líkan eins og borgarfulltrúinn kallar það. Þá náttúrulega mun niðurstaðan aldrei hjálpa okkur mikið nema öll gögn sem inn í það rata inn í annan enda módelsins séu rétt og þar getur verið akkilesarhælla því að það þarf þá alveg gríðarlega mikið gagnasafn til þess að fá þetta allt rétt og til að fá eitthvað meira en það tiltölulega nákvæmu upplýsingar sem við höfum út úr þessum líkunum sem eru hér í dag. Með þessu ég ekki að leggja það til að þetta verði fellt og ég þaðan að síður að leggja til
að það verði farið eins og illar grunsemdir stóðu eða gerðu ráð fyrir á síðu Morgunblaðsins að þetta verði svæft. Við erum ekkert fyrir að svæfa hlutina, við viljum vera vakandi alltaf, helst allan sólarhringinn. Þannig að ég legg til að þessari tillögu verði vísað til frekari vinnslu og umhugsunar og íhugunar hjá umhverfis- og skipulagssviði. Já, hér komin, þá hefur Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi lokið máli sínu og hér komin málsmeðferðartillaga og ég legg til að við greiðum atkvæði málsmeðferðartillöguna. Viltu taka til máls, Halldór Halldórsson borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Já. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil þakka borgarfulltrúa Hjálmari Sveinsyni fyrir þessa yfirferð hans sem var bara mjög gagnleg og gott innlegg í þessu umræður sem ég held að við getum svo tekið áfram í umhverfis- og skipulagsráði vegna þess að eins og kom fram hérna í lok hans máls að þá eru þessi líkön sem við erum að nota í dag að þau eru sitt í hvoru lagi. Það er mín trú eftir að hafa farið mjög vel yfir þetta að við myndum græða mjög mikið á einu sameiginlegu nútímalegu líkani. Ég hef meira að segja einmitt átt þess kost að fara í heimsókn til VFSO og fá að sjá líkönin hjá þeim og hef svona aðeins rætt þetta við samgöngustjóra og þó ekki mikið. En samgöngustjóri myndi þá hafa tækifæri til þess að fara yfir máli með okkur umhverfis- og skipulagsráði og jafnvel gefum þetta umsögn sem að myndi þá nýtast okkur við ákvarðanatöku. Ég átti hins vegar ágætis fund með vegamálastjóra og sérfræðingum hjá Vegagerðinni þetta á sínum tíma og mér finnst að allir sem ég tala við séu mjög spenntir fyrir þessu því að þetta gefur okkur alveg ótrúlega mörg góð ný tækifæri í þessu. Ég fagna málsmeðferðartillögunni, við styðjum hana og ég lýsi bara yfir ánægju með það að þetta sé ekki fellt eða svæft í borgarstjórn. Það er Halldór Halldórsson lokið máli sínu ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs og ég ber því málsmeðferðartillöguna upp og þau ykkar sem að samþykkja hana gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá telst umræða með fyrsta lið lokið og við göngum til annars.